Starta þessu bara, hann er konin 80 manns í quizið. Ég verð að fá að sjá quizið bara. Svo geti, ég til, þú bara, já. Þetta er að starta, let's go. Það er fyrsta spurningin, það er bolludagsquiz, drengir, þetta er rosalegt, það er að hefjast. Þetta er bara þannig, fyrsta spurning, hvaðan kemur hinn alræmdi bolluvöndur? Er það frá BDSM samtökunum, frá Danmörku, frá Vöndusík eða frá Bandaríkjunum? Og hann er Herdís Egil sem heldur á... Þetta er gamli kennari minn. Já, hún heldur þetta fyrsta bolluvöndinum sem var gerður og það er komin 340 svör, tíminn er búin. Ég stytti tímadrengina, þetta verður meira peysi í svona. Þannig að þetta er, hvað segir 40 frá Danmörku, það er hárrétt, einhverju sögðu frá BDSM. Það er alveg líklegt og Bandaríkjunum 7 og Vandasig voru 3. Þetta er, þetta dreifist alltaf jafnt svörin, sko. Vindum okkur í næstu, þetta eru bara 6 spurningar, þetta eru örsnögt, vinningshafinn, hvernig er þetta? Bjössi Bolla er efstur, King Hlö, þá er það satt eða ránt. Kristján Einar setti dreig til að mótorolíu rjóman á bollunum svo þessi alvöru bragðaðin. Er það true or false? Sjáðu myndin á honum. Ég veit það, flottur kallinn. Hvernig vissir þau? Það er allir að horfa á skjáin nema hann er að horfa á eitthvað annað. Veit enginn hvað. Var gaman að fá mím samt hvað hann er að horfa á. Þannig að screenshotið þetta. Hvað setur hann dreig til að við erum bara að tala um 1-2 dropa. Við erum ekki að tala um að hann sé eitthvað að glussa þetta yfir. Það eru 40 sem sögðu false en það er rétt. 31 sögðu að það er rétt og það er rétt. Ég hefði fyrir sagt að hann er að setja 2-3 dropa á mótorolíu. Ég er samt að setja tvígengi svo líka, sko. Já, tvígengi, já. Ég er ekki mótorolíu. Býta ekki, þó við fara alveg strax, ég ætla að kíkja á skorið. Vastex Monty er komin í efsta sæti en það vissi hann þetta sjálfur. Þetta var spurning hann, teist í öðru, gamli kall og páskaegg og trafinn. Þannig að það er næsta spurning. Djöfull er þetta spennandi maður. Hvað er þriðja spurning? Hvenær telst bolluflenging gild? Þegar flengjarinn hefur snúið sér þrisvar til vinstri og flengir svo. Þegar flengjarinn er fullklæddur en sá sem flengdur er ber. Og þegar sá sem flengdur er orðin rjóður á raskinunum. Eða þegar flengjarinn reisir vönd upp yfir höfuð og öskar. Ég er flengjarinn. Þú ert svo skrítin. Hvað er gangi? Ég var að borða rjómabollu full af voga. Þú ert svo skrítin. Hvernig var þetta vitlaust hjá mér? Og sá sem er flengtur er ber, það er auðvitað hárrétt svar. Nei, ég mótmæli. Þetta er augljóslega þegar flengjarinn reisir vöndin yfir höfuð og öskar. Ég er flengjarinn. Það er reyndar ég að það væri mjög svalt, sko, en þetta er rétt. Eitt útilokar ekki hitt. Við slum ekki glemma því. Eitt útilokar ekki hitt. En við þó ekki alveg strax Fluffy Monty er þarna ennþá in the lead. Ég ætla að vinna fucking Gran Turismo leik, sko. Svo kemur teisti í gamli kall og páskaegg, henni þá er komið að 4. spurningu, 4. af 6. Og hvernig hljómar hún? Að tilumni bolludags breytti teisti nafninu sín og Tinder í flengjarinn, bollan, vöndurinn eða refsarinn. Sjáðu myndin á honum, þannig hann með einn í forgjöf, flottur kallinn. Nýbúin að flengja. Ákveður hann í nærbuksunum yfir, gaurinn sem er í miðunni? Joe Boxer. Já, hvað er þetta? Superman eða? Það er flottur, sko. Það er mjög flott. Hver er þetta? Ég veit það rátt. Maður er lengst hægra minn er í chattinu, sko. Ok. Hann er augljóslega flengjarinn. Nei, refsarinn. Teisti er alltaf refsarinn. Það er bara þannig. Hann reyta, Heyrðu, þá fyrir þetta nú að styttast. Það eru 2 spurningar eftir hvernig er staðan? Fluffy, gamli kall. Heyrðu, nú er bara Monty er horfinn út af. Ég og Monty erum horfnir, sko. Það er svakalegt, ég vil þetta spennandi. Heyrðu, það er næst síðan spurningin. Kottu með það. Hvaðan er talið að hýðingarnar á bolludegi í uppruna sinn? Eru hluti af frjósemisgaldri, frá Herluf Sörensen sem kallaði var flengjarinn, frá hellisbúin sem slói létt aftur hluta hvers annars sér til skemmtunar eða frá kaþólsku kirkjunni sem hluti af trúarathöfn. Anskotin Óli, þetta er ekki lægi, sko. Þú ert svo skrítin. Nei, ég er bara að reyna að kafa í, ég er að fræða. En þetta er hluti af frjósemisgaldri, þaðan kom þetta, sko. Og þetta er mjög jægt, sjáðu ekki. Þetta er sem hluti af trúarathöfn. Ég get sagt ykkur, ekki fara alveg í síðan spurningar strax. Ég er að segja ykkur, sjáðu hvað fólk er að fræðast bolludaginn. Ég er með hlutverk fræðara. Fluffy er eftir þetta. Þetta er tæft, sko. Þetta getur farið either way. Loka spurningin og það er, keyrum bara í þetta. Loka spurningin, ég vil að þetta spennandi. Hvernig borða Dói bollurnar á bolludaginn? Hann sleikir þar allar og setur það svo aftur á bakkan. Hann dýfir þeim í ónefnda dífu. Hann borðar ekki bollur eða hann flengir sjálfum sem er vönd fyrir og eftir bolluhátíð. Þetta er erfitt. Ég held að rauða, bláa og græna sé allt rétt, sko. Þetta er rosa, sko. Já, ég veit svar. Ég googlaði þetta.
Rétt svar hann dífum í ónefnda dífu. Nei. Jú, við vorum alltaf að horfa hann flengdi sig bara fyrir, hann sleppti þær ekki og setti þær aftur bakum, en hann var svo sannlega ádar með ónefndri dífu. Það er nú spennandi að sjá lítið bortið, drengir. Hvernig haldið þetta að fara? Bolludagur Podium. Þriðja sæti, Fluffy. Ég veit hann flottur. Öðru sæti, Megatrabant. Og fyrsta sæti Hver í fyrsta sæti? Páskaegg! Yes, sirree, bub. Páskaegg kom out of nowhere. Já, það var rosalega að sjá þetta. Páskaegg setur sig í sambandi Dóa, er það ekki Dói? Jú. Sure. Já, og finna út úr því.